Þessi ekki nýr kafli á ferlinum. Fara austur og bara taka svolítið ævintýri. Er þetta einsárs samningur? Ja, hann svona 1+1 Já. og var það þannig. Já. Spenntur fyrir að fara austur? Já, mjög svo. Við flugum okkur austur hann fyrir nokkur vikur síðan og sýndum okkur svæðið og hvað var í gangi og það leit mjög vel út. Já, Vestfirðingurinn sætti sig alveg við landslagið fyrir austan. Já, það eru fjöll þarna, þannig ég er sáttur. Nákvæmlega. Þið farið öll fjölskyldan saman, ekki? Jú, satt? við gerum það. Já, svona upp á körfuboltann, þú hefur vandarlega það hafa verið fleiri lið sem hafa verið eftir þér í sumar og var auðvelt að velja Hött eða tók þetta svolítinn tíma? Já, það var frekar alveg auðvelt að velja Hött. Það bara svona samskipti við stjórnarmenn og kringum liðin gerði það svona að maður var tilbúinn að fara þangað. Já, ég talaði við Erin áðan og hann svona var að tala að ná í þig væri kannski svona ákveðið statement. Þeir eru búin að vera svona upp og niður og það væri kannski ákveðið statement í því að ná í þig að þeir ætli ekki að vera svona, þeir ætli ekki að fara niður og ekki vera bara að dútla hann í 10. sætinu. Hvað finnst þér um það? Bara þið séu tilbúinir til að eldast í úrslitakeppnissæti? Ég er ekki að fara austur bara til þess að fara austur og ekki heldur til að tapa leikjum, þannig að já, ég sé okkur alveg að fara með þennan hópinn í úrslitakeppni, jafnvel lengra. Já, hvernig er þetta í löppinni? Hún er alltaf að koma til, þetta er alltaf að gerast, þetta er langt ferli en það er á góðri leið. Það er klár í haust. Klárlega. Takk.